Recording in progress. Já. Sæll, ertu búin að tengja snuddinu, já? Sérðu slætið? Ok. Ok, þú sér ekki slætið sem sagt. Nei, þú sér bara, já. Ok, já, ég ætla að laga þetta. Halló. Hvað sérðu núna? Sérðu slætið? Núna kemur slæt, hjartabyrjun 2022. Já, það kemur bara slætið og lítið mynda mér í horninu. Já, það eru tvær myndir á slætinu, það er hjartabyrjun og svo kemur lítið Já. skegg vitlaus. Já, en þá er þetta vitlaust, byrjum. Já, byrjum, þá er þetta vitlaust, byrjum. Nú kemur bara slætið og til hliðar eru allar myndirnar. Litlu. Já, þetta er ekki rétt á. Þetta er það svo. Hvað sérðu núna? Já, nú er það komið. Bara slæts, flottir. Já, takk. Já, takk hjá vinni, nú átt að vera komið, réttur skjár upp. Já, Gunnar Þór Gunnarsson heiti ég og ég ætla að tala hjartabilun, titillinn Hjartabilun 2022 og ég byggi þetta fyrst og fremst á nýju guidelines Evrópska hjartaverknafélagsins sem kom út síðastliðið haust. Það er þessa guideline hér sem kom út í ágúst og það sem ég ætla að tala almennt eru skilgreiningar, algengi og horfur fólks með hjartabilun, orsakir, greiningu, meðhöndlun. Ég ætla að byggja sem sagt umfjöllunina meðferðina og greiningarnar í kringum tilfelli.
Það skal tekið fram í byrjun að ég er búinn að fá leyfi þess einstaklings að tala hann sem tilfelli, þess að nafngreina, en það liggur öll leyfi fyrir hvað það varðar. Og þá var spurningin, hvað hjartabilun? Og það ekkert einfalt svar við því, hjartabilun ekki ómskoðunarmynd, hjartabilun ekki eitthvað eitt einkenni. Þetta þýðing á enskunni að hjartabilun klínískt heilkenni sem vegna starfrænna og eða byggingarlegra breytinga í hjarta sem valda hækkuðum þrýstingi í hjartahólfum og eða ófullnægjandi dæluvirkni í hvíld eða við áreynslu. Það er eitthvað í hjartanu sjálfu sem gerir það verkum að það virkar ekki eins og það á að gera. Og þetta getur tekið á sig ýmsa mynd og gefið ýmis einkenni og þau þekkjum við mörg, en hér nokkuð stórt tafla yfir einkenni og þessi dæmigerðu einkenni sem að fólk með eru sem sagt mæði, það ortópnía, það að segja mæði við að leggjast út af, það að vakna á nóttunni með köst af mæði, það minnkað áreynslugeta, það þreyta og það tekur lengri tíma að ná sér eftir að reyna á sig og oft dæmigert einkenni bjúgur og það oftast ökkla í byrjun. Og það sem maður finnur þá við skoðun getur verið hækkaður hálsrennustasi sem merkum að þessu aukið vökvamagn í líkamanum. Það getur verið við hlustun, þriðji hjartatónn og ýmislegt annað sem maður finnur við hlustun og skoðun á hjarta. Nú, þetta getur tekið á sig ýmsar myndir og þetta getur verið líkst mörgum öðrum sjúkdómum. Maður getur verið með næturhósta, það getur verið surgandi öndun, það getur verið þanið út af vandstarfsemi á görnum og kvið og vökva í görnum eða asítis, það getur verið mikil matarlyst og fleira. Og fólk getur tekið eftir það þyngist og jafnvel þegar það komið mjög langvarandi og langengin hjartabilun þá léttist fólk og tapar vöðvum. Og það getur verið brak í lungu við hlustun, það getur verið vökvi í fleiðruholi, óreglulegur púls og fleira og fleira. Þannig að það eru margs konar einkenni, en fyrst og fremst það kannski þreyta og mæði og bjúgur. En það margt sem getur gefið þetta. Nú, þá það spurningin hvernig hjartabilun flokkuð og það hefur breyst svolítið á síðustu árum. Það sem við kannski þekkjum sem dæmigerðusta hjartabilun það þegar að útflæðisbrotið skert. Það að segja útflæðisbrotið köllum við það hversu mikið hjarta dælir í hverju slagi. Og hjarta tæmir sig ekki, það fer ekki vegg í vegg. Þannig að það tæmir út svona eðlilegt hjarta, dælir út yfir 50–55% af því sem í hjartanu í hvíld, svo dregst það saman og dælir og það kallað útflæðisbrot. Og hinn dæmigjafa hjartabilun, sú sem við kannski þekkjum mest það þegar dælusar sem í hjarta sé að koma frá sér blóð skert. Og það kallað sem sagt skert hjartabilun sem heitir á ensku heart failure with reduced ejection fraction, borið fram HERF. Mjög skemmtilegt að vera á fyrirlesturum og heyra fólk segja HERF aftur og aftur. Nú, það sem að þessi sjúklingar sem rannsakaðir mest, það eru þeir sem eru með útflæðisbroti töluvert mikið skert, það segja undir 40%. En það sem og rannsóknirnar eru flestar gerðar á þeim sjúklingum, það sem við læknar höfum kannski gert líka, við meðhöndla þá sem eru með vægt skert útflæðisbrot, ekki eðlilegt en ekki mikið skert, við höfum meðhöndla þá eins og gerum rétt í því. En það hefur verið skilgreint vísindanna vegna milliflokkur hérna sem fólk með væga skerðingu, heart failure with mildly reduced ejection fraction, HERF, mjög þjált að segja. En það sem hefur komið svo í ljós að svona 20–30 árum að það mjög margir sem eru með einkenni og teikn hjartabilanir eru samt með eðlilega dæluvirkni, það að segja hjarta dælir rétt og vel frá sér. Og útflæðisbrotið yfir þessi 50% sem við töljum eðlilegt. En þetta fólk samt með einkenni og teikn hjartabilun og það sem var að telja báðan, það bjúgur og það mæði og það þreyta, það vökvi í lungum, það vökvi í kvið og önnur einkenni og teikn. Og það sem veldur þessu væntanlega stífleiki í hjartanu og þetta það sem við sjáum
fyrst og fremst hjá eldra fólki með langvarandi háþrýsting og sykursýki og fleira. Það sem ég ætla að tala fyrst og fremst í dag sem sagt hjartabilun með skert útflæðisbrot. Hörhöf og hörmþurf. Og svo ætla ég að reyna að segja þessi orð ekki aftur, en það sem ég ætla að tala hjartabilun með skert útflæðisbrot, fyrst og fremst. En hversu algeng hjartabilun og hver eru horfurnar? Við horfum á alla flokka hjartabiluna, bæði þá sem eru með mikið skert og lítið skert og með eðlilegt útflæðisbrot, þá þetta kannski 1–2% fullorðna sem hljómar ekki sérstaklega mikið, en þá erum við að tala alla fullorðna. Og þegar við komin upp í 70 ára aldur og meira, þá þetta kannski 10% af öllum sem eru með hjartabilun. Og sem eru með hjartabilun þekkta, en sennilega mun fleiri sem eru með ógreinda bilun. Það gerðist mjög mikið á 9. og 10. áratug síðustu aldar að þá upp úr 1980, 85–86 þá gjörbreytist meðferð hjartabilunar og með tilkomu þeirra lyfja sem við förum í gegnum eftir. Og horfurnar bötnuðu þá mjög mikið og svona hafa það í huga ef þú greindist með hjartabilun árið 1980 og upp úr 1980 þú greindist með hjartabilun með skert útflæðisbrot kannski upp á 30–35%, þá varstu með sömu lífslíkur eins og það væri með lungnakrabbamein sem væri búið að dreifa sem líka. Þannig að horfurnar voru mjög slæmar. Þær hafa batnað mikið en þær eru ennþá ekkert mjög góðar. Og ef það eru litið á tölur frá Bandaríkjunum hér frá 2000 til 2010 þá eins árs dánartíðni manneskju sem með hjartabilunargreiningu 20% og 5 ára dánartíðni bilinu 50 til næstu 70%. Þrátt fyrir að gríðarlega framfæri hefur orðið í meðferð og horfum frá því sem það var sem verst. Og sundu þegar tala við læknanema þá eins og að kannski fólki gerir sig grein fyrir alveg hversu alvarlegu sjúkdómur þetta En eins og ég segi, horfurnar hafa batnað mjög mikið en það ennþá langt í land og það sem hefur gerst kannski þessu 10 árum að þó að það hefur komið nýjar meðferðir að kúrfan að fletjast út, það að segja lifunin batnar ekki eins bratt eins og hún gerði á þessum árum hér. Nú hvernig greinir maður hjartabilun? Þetta tafla hér úr nýjustu guidelines að nú ef mann grunar hjartabilun, það að segja ef mann áhættu þætti með háþrýsting og kransæðasjúkdóm og fleira og ef maður með dæmigerð einkenni einhverjum þeim sem ég var að telja upp áðan og sérstaklega ef maður með óeðlilegt hjartalínurit ef mann grunar á klíniskum grunni af einhver sem hjartabilun, þá getur maður notfært sér að mæla efni sem heitir BNP sem maður hefur notað síðustu ár. Og BNP-mæling nokkuð góð í að útiloka, þannig að ef þú ert með mjög lágt gildi, það þessi efrað sem við mælum, pro-BNP, ef þú ert með lágt gildi þar, ef þú ert ekki með yfir 125 sem sagt, sem gildi hér, þá mjög ólíklegt þú sért með hjartabilun. Nú ef að það hækkað, þá líklegt, þá getur við verið með hjartabilun, en BNP getur hækkað öðrum orsökum. Nú ef manni grunar þetta áfram að sjúklingur sem hjartabilun, ef hann hærra en 125, eða jafnvel þó hann sem lægri en maður með sterkan grun, að maður sérstaklega hafið í huga, sérstaklega hjá fólki sem í ofþyngd, og það eru við flest, að þá getur maður ekki falskt lágt gildi. Og þannig að ef manni grunar hjartabilun annarkvort á einkennum og að maður sem hátt BNP, þá sjálfsagt að gera ómskoðun hjarta þess að sjá hvernig hjarta lítur út, hvort þessi skertur samdráttur eða hvort þessi hjartabilun með eðlilegum samdrætti. Það svona viss teikn í ómskoðun sem við getum notað við hjartalækna til að sjá það. Og ef maður ekki með það, þá maður ekki með hjartabilun. Og ef maður sér merkjum hjartabilun og ómskoðun, þá þarf maður að ákveða þá hvaða hjartabilun þetta þetta hjartabilun með mikið skertu útflæðisbroti eða lítið skertu, eða þetta þessi sérflokkur sem eru kannski vangreindur, þessi flokkur sem eðlilegt útflæðisbrot en hjartabilun samt.
og svo ákveður maður hvað á bak við þetta og ákveður svo meðferð. Komum að því seinna. En það bara hafa í huga að þó að BNP sé hjálplegt, þá það mjög hjálplegt við að útiloka, það getur verið hækkað í ýmist annað. Það getur verið hækkað náttúrulega við hjartabilun og við ýmsa aðra hjartasjúkdóma eins og kransæðasjúkdóm, við lungnablóðreyk, við hjartavöðvabólgu og ýmsa aðra hjartasjúkdóma eftir maður búinn að stuða einhvern ef hann hefur verið atrial fibrilasjón og eftir búinn að fara í hjartaaðgerð og ýmislegt fleira. Það eru líka þættir utan hjarta sem geta valdið því að BNP hækkar. Það hækkar með aldri, það hækkar við strók, það hækkar við heilablæðingar, það hækkar við nýrnabilun, það hækkar við lifrarbilun, það hækkar við COPD og ýmislegt annað. Þannig að það gott til þess að útiloka, en þó maður sé með að hækka, þá ekki vist að þessi hjartabilun, þá bakka maður aftur hér og fer yfir því það að óma fólkið ef að klíníski grunnurinn sterkur. Og þá kemur að því að við erum með sjúkling með hjartabilun og við ætlum fyrst og fyrst að tala þá sem erum með skert útlæðisbrot og þá það okkar hlutverk okkar hjartalæknanna að fara í gegnum það hvaða sjúkdómur eru á bakvið það. Og næsta mynd stór tafla, það bara til þess að sýna hversu margt getur verið á bakvið. Þessi tafla mun ekki koma öll á prófinu sem verður eftir. Men þegar við hjartalæknar sjáum sjúkling með hjartabilun þá fer svona þessi tafla í gegnum höfuðið og okkur, kannski ekki alveg svona skipulega. En það geta semst verið kransæðasjúkdómur, háþrýstingur, lokusjúkdómur, hjartsláttartruflanir, kardiomyopatía, það segja ýmsir hjartavöðvasjúkdómar, það geta verið eitranir af völdum lyfja og annað og í gegnum þessa töflu förum við þess að útiloka og fljótlega getum að kannski farið niður á mjög fáa hluti. Og það sem algengast að valda því að maður sem hjartabilun með skert útlæðisbrot og þessari töflu eru sennilega þessi flokka hér. Það þá fyrst og fremst kransæðasjúkdóm, það að segja fólk sem hefur fengið kransæðastíflu eða kransæðaþrengingar og með skertan hjartavöðva, með drepi eða lömun út af blóðskorti eða sem sagt súrefnisskorti. Annar stór flokkur eru hjartsláttartruflanir, fólk hefur haft hjartsláttartruflanir langan tíma, til dæmis gáttatif sem hefur gengið lengi án þess að því sé hraðastýrt eða tekið í burtu og hjartavöðvasjúkdómarnir. Það þá fyrst og fremst hjartasjúkdómar sem valda ofþenslu hjartavöðvakvilla eða dilated cardiomyopathy. Þó að þessi tafla sem við sýndi áðan sé mjög stór, að þá eins og segir maður tiltölulega fljótur að fara niður á vissa flokka en oft lendir maður í því að maður situr eftir, þegar við tölum hjarta sem dregst illa saman, með hjarta sem dregst illa saman og við vitum ekki af hverju. Þó að þessi mann að fara í gegnum útiloka. Og hérna sjáum við dæmigert hjarta með skertu útlæðisbroti. Þetta vinstri slegil, þetta vinstri gátt, hægri slegil og hægri gátt. Og hérna sjáum við þaninn vinstra slegil með lélegu útlæðisbroti. Útlæðisbroti hér svona í kringum 20%. Og það sem við ætlum að fjalla með restina hvernig við nálgumst þessa sjúklinga. Og þannig að þegar komið fyrir hjartan á þennan hátt, sama hvaða orsök á bakvið, þá meðhöndlun svo sama. Vissulega reynir maður að meðhöndla maður undirliggjandi sértækan sjúkdóm. En þegar sjúkdómurinn hefur skilið hjartað eftir í þessu ástandi hér, að það víkkað og dregst illa saman, þá grunnmeðferðin við hjartabilunni sjálfri svo sama. Og það sem gerist þegar hjartað svona að það fara varnarstarfsemi líkamans fer í gang. Það ræsir svokallaða renin-angiotensin-kerfið frá nýrum og það ræsir sympatíska kerfið líka. Og allt þetta gerir líkaminn, sjáum að þessari mynd hér, allt þetta gerir líkaminn til þess að reyna að bjarga hjartanu fyrir horn. Þetta svona flight og fight. Sem sagt að sympatíska kerfið fer í gang og RAS-kerfið fer í gang frá nýrunum og þetta fær mann til þess að hraða púlsinu, þetta fær mann til þess að auka samdráttarkraftinn í hjartanu, það fær líkaminn til þess að draga saman æðar, þess að halda blóðþrýstingnum uppi og hjálpa hjartanu. Það hljómar mjög vel og það virkar mjög vel í stuttan tíma, en þetta það sem að gera svo út af hjartað að lokum, því þarna myndast vítahringur og það verður svolítið eins og pissa í skóginn. Það skammgóður verður meira að pissa í skóginn, maður pissa, mann ískalt, á eftir stutt
í skjól, þá getur maður hugsað sér að pissa í skóinn, það mjög hlýtt og gott í byrjun, en svo þegar að framleiða stundir þá verður það ennþá kaldara og verra heldur en áður en maður pissa í skóinn. Þannig að það sem að við gerum í raun og veru er að reyna að blokkera þessi náttúrulegu viðbrögð líkamans við að bjarga hjartanum. Það var svo hugmynd sem átti erfitt uppdráttar 1985-90 en hefur sem gjörbylt. Það sem að gerist með lengri tíma þegar að þessi kerfi, raskerfi og sympatiska kerfi er í gangi er að það minnkar blóðflæði til nýrna, það eykst natríum og vatns endurupptaka og maður fær bjú, það draga saman æðar, það verður endóþel dysfunksjón í æðum, þannig að æðarnar virka ekki eins vel. Þetta veldur því að æðarnar draga saman og þetta veldur smá saman því að það geta komið sem sagt drepsvæði og fíbrósa í hjarta. Þannig að smá saman enn og aftur ganga þessi eðlilegu viðbrögð hjartans, líkamans við hjartabilun, hjartan til húðar. Og meðferðin gengur út á það að mótverka eðlilegum viðbrögðum líkamans við hjartabilun. Meðferðin við hjartabilun með skertu útflæðisbroti og reyndar öll meðferð reyndar gengur út á það að hindra dauða og fækka sjúkrahúsinnlögnum og bæta líðan. Þessi sjúklingar deyja flestir skyndidauða, sumir deyja smá saman úr versnandi hjartabilun þar sem að lungum fyllast af bjú og þú fjarar út á þann hátt. En langt flestir deyja skyndidauða af hjartsláttartruflunum eða óútskýrðum orsökum. Það má eiginlega skipta og ég skipti hérna meðferðin eiginlega í 3 flokka. Það er fyrst og fremst einkennameðferð sem hefur áhrif á hvernig þú líður en ekki svo mikið á horfur og það eru þá eins og fagræsilyf, það er eins og nítröt, eins og ismo og önnur lyf. En það er CPAP sem við gefum fólki sem er í bráðri bilun. Við höfum í bráðri bilun gefum fólki morfín í nýjustu gætlan sem allt gegn því og það er að gefa samdráttaraukandi lyf til þess að bjarga hjartan í stuttan tíma en þau ganga líka hjartan til húðar smá saman. Kjarni meðferðin er hins vegar meðferð sem hefur áhrif á horfur. Og þá er það fyrst og fremst lyf og nú er talað 5 flokka lyfja eins og 5 stöpla íslam. Það eru 5 flokka lyfja og það eru þá fyrst og fremst lyf sem eru ACE-hemlar eins og ramipril, enalapril og fleiri lyf. Og það er öll lyf í þeim flokkum sem hafa jákvæð áhrif á horfur. Þetta eru lyf sem hafa áhrif á þetta raskerfi. Þannig að meðhöndlunin með lyfjum er fyrst og fremst að hafa áhrif á þessi nevroendokrín áhrif frá raskerfinu og sympatíska. Það eru þá ACE-hemlar og það eru beta-blokkerar og það eru þá fyrst og fremst 3 beta-blokkerar þar, metoprolol, carvedilol og bisoprolol. Og svo kemur flokkur lyfja sem er MRA, sem er mineralocorticoid receptor antagonist, sem eru þá lyf eins og spironolactone og eplerenol. Þetta eru lyf sem hafa áhrif á þetta raskerfi líka. Fyrir svona 2-3 árum kom nýr flokkur lyfja sem heitir í skemmtilega nafni Árni eða Arni. Þetta er lyf sem er samsett úr sem sagt svokölluðum arfhemli og neprolísin reseptor viðtaka blokkera. Það er sem sagt lyf sem hefur áhrif á endóþel. Þetta er alveg nýr flokkur lyfja sem kom inn fyrir svona 2-3 árum og virðist vera betri jafnvel heldur en ACE-hemlar verður gefin í staðinn þar. Það sem hefur gerst líka á svona síðustu árum er að sykursýkislyf hafa komið hérna inn sem lyf sem hafa áhrif á horfur í hjartabilun. Nota bene, hvort sem maður hefur sykursýki eða ekki. Við hjartalæknar höfum vitað að sykursýki er ekki góð fyrir hjartan, við höfum ekkert verið sérstaklega góðir í að meðhöndla vegna þess að sykursýkislyfin hingað til hafa ekkert verið sérstaklega góð í hjarta. En þessi lyf hafa sýnt sig að bæta horfur. Þau virka þannig fyrst og fremst við sykurinn að þau skilja út sykur, þá skilja þau út vatn og menn voru þá að pæla byrju, er þetta þá bara rándýrt fagræsilyf? Og það eru fyrst og fremst 2 lyf, empagliflozin og dapagliflozin. Er þetta bara rándýr sykursýkislyf? Nei, rándýr sem sagt fagræsilyf. En það virðist ekki vera því þau bæti ekki bara líðan, þau hafa áhrif á tíðni sjúkrahúsinnlagna sem gæti verið vegna þess að skilja út vökva, en þau hafa líka áhrif á dauða. Sennilega hafa þau áhrif á endóþel og eitthvað í hjartavöðva sem við skiljum ekki alveg. Þannig að helst vill maður koma sjúklingi með skert útflæðisbrot á öll þessi lyf.
á annarkvort ASI eða Árna en hina flokkana líka. Og það spurning hvernig maður kemur því á flokki á þau lyf. Förum það eftir. En svo hérna flokk sem ég kalla græjur sem hafa áhrif á sem sagt á horfur og það þá fyrst og fremst stöðtæki, það sérstaklega tegundir á gangráðum, það ígræddar hjartadælur og það hjartaígræðsla sem lokastigið. Nú annað sem það að meðhöndla náttúrulega að hafa sértæk meðferð fyrir ef maður finnur sértækan undirliggjandi sjúkdóm, laga kransæðarnar ef það þarf og fleira. Maður þarf að meðhöndla undirliggjandi þætti eins og hafa blóðþrýstinginn góðan, sykursýkina góða. Maður þarf að meðhöndla fylgikvilla eins og gáttatif. Og maður þarf að endurhæfa fólk og sérstaklega það maður að fylgjast með járnskortur, gefa fólki járn ef það vantar. Við ætlum fyrst og fremst að tala þetta og við ætlum að nota þetta tilfelli hérna. Þetta maður sem kom til okkar á lyfjadeildinni í júlí 2014, 66 ára maður, 2 vikna saga, sögu, með mæði, þreytu, bjú, hósta, ofdofni, annað verið að vinna í sumarbústað sem fjölskyldan átti og 3 vikum missti hann allt þrek. Var hættur að geta sofið út af mæði, fór til læknis á þeim stað sem hann var, hann talið verið með lungnabólgu, settur á sýklalyf og batnaði ekki. Og kemur síðan heim, þá með mikinn bjú, fer til heimilislæknis, fær sem sagt bjúgtöflur og sendur á bráðamóttöku. Búinn að taka bjúgtöflur í 3 daga þannig kemur en ennþá með bjú. Og þessi maður almennt hraustur. Hann hafði reykt og reykti enn en ekki mikið, aldrei haft háan blóðþrýsting eða neitt slíkt. Það var engin ættarsaga hjartasjúkdóma nema hann átti einn bróður sem dó úr meðfæddum hjartasjúkdómi 30 og áratugi síðan. Nú við skoðum var hann með bjú, ekki svo mikinn, hann hafði minnkað vegna sem það fengið bjúræksandi lyf, hann var með hálsvenustasa, hann var með svona órætt greinrof á riti og í sínustakti. Og hann var með svolítið bjú í lungunum og BNP var 6043, sem sagt hækkað. Þannig hann með teikn, hann með einkenni og teikn hjartabilun. Nú, þetta hjartað hans, það dregst mjög illa saman, þetta vinstrislegillinn hér, og hann var sem sagt með útflæðisbrot svona 25%, sem sagt mjög alvarlega hjartabilun með mjög mikið í skerðum. Nú við einkenna meðhöndlum hann fyrst. Til þess að fá vökvabúskapinn í lag, gáfum honum sem sagt fagræsandi lyf og fengum vökva sem sagt jafnvægi í líkamanum nokkuð gott. Og á sama tíma byrjuðum við að setja inn lyf. Við rannsökuðum til að finna hvað væri þarna bakvið og hann fór í hjartaþræðingu sem sýndi engan kransæðasjúkdóma, smá kalkanir, engar merki kransæðaskýrlu. Hann fór í segulega ómskoðun að hjarta seinna meir sem að sýndi að hjartavöðvinn var eins og við ómun, það var ekki að sjá neinn ör eða neina skýringu þar á bakvið. Hann fór í ýmsar blóðprufur sem að sýndu ekki neitt. Hann fékk gáttatif sem gekk yfir og fór á blóðþynningu. Í stuttu máli þá fundum við ekki ástæðuna fyrir þessu en hann með það sem kallað ofþenslu hjartavöðvakvilla eða dilated cardiomyopathy af óljósri orsök. Gæti hafa fengið hjartavöðvabólgu nokkrum vikum fyrr eða hvað sem er. Það var ekki gerð en genarannsókn þarna á þessum tíma, það var ekki á þessum tíma gert hjá sjúklingu sem ekki voru með þennan ættarsögu sem hann var ekki með, ekki nema þennan bróður með meðfæddan hjartagalla sem væntanlega var túlkast með eitthvað allt annað. Nú við byrjuðum sértæka lyfjameðferð og það sem maður gerir þá með sjúklinga eins og hann er að maður byrjar með ACE-hemla og það var þá spurning á maður að byrja með alla þessa 5 flokki eða 4, annað þennan eða þennan. Það sem maður gerir yfirleitt í byrjun er að maður byrjar með 2 flokka lyfjum. Og maður byrjaði hérna með ACE hjá honum og beta-blokkera. Og það sem getur verið vandamál hér er að þetta eru eins og við vitið lyf sem eru blóðþrýstingslækkandi líka. Oft er þetta fólk með lágan blóðþrýsting. Þannig að maður byrjar á litlum skömmtum og eykur svo skammtað. Og það sem er rosalega mikilvægt er að auka þá hratt en varlega. Að ekki sem sagt byrja á lyfjunum bíða svo 2 mánuði og slíkt. Maður byrjar á þessum lyfjum með að fólk er inniliggjandi og svo eykur maður skammtana smá saman á viku fresti
ef að blóðþrýstingurinn leyfir og ef að nýrun leyfa, því að fylgikvillar þessa geta verið blóðþrýstingslækkun, það getur verið lækkun á púlsi, það getur verið hækkun á kreatíninu, það getur verið hyperkalemi sem að stundum það slæm að það bremsa mann í það að ná þeim skömmtum. Það gríðarlega mikilvægt fyrir þessa sjúklinga að maður nái þeim skömmtum sem voru notaðir í þeim rannsóknum þar sem að lyfin sönnuðust. Og það hefur sýnt sig enn og aftur og þá fólki líði betur og þá farnar sig betur ef við komum skömmtunum upp. Þetta stundum erfitt þegar fólk kemur til manns eftir mánuð og segir, Gunnar, nú líður mér rosalega vel, það fínt, ég ætla að auka við í lyfi. Og það slæðir ekkert voðalega oft vel í gegn. En þetta mjög mikilvægt og þetta kannski akkilsarhæll hjartabilunarmeðferðar að við erum almennt ekki nógu góð í að auka skammtana. Þessi maður endaði á þessum skömmtum að lyfjum Ramil 10 mg ACE-heimill sem fullur skammtur, 95 mg metoprolol, það oft gefið upp í 200 með þessan góður skammtur, hér var hann í blóðþrýstingi 110 og ég vildi ekki lækka meira og svo fór hann á eplirjónu sem skylt spironolakton og þá var hann komin að 3 flokka. Á þessum tíma var Árni ekki komin inn og á þessum tíma voru sykursýkislyfin ekki komin inn sem hjartabilunarmeðferð. Í dag hefði ég sett hann á þetta líka. SGL2. Kannski hefði ég í dag byrjað á Árna í staðinn fyrir að byrja á ACE. En hvað með græjur átti ég að setja í hann stuðtæki, átti ég að setja hann gangráð? Nei, ekki á þessu stigi. Það sem að gerir er að trappa upp þessa meðferð og sér hvernig fólki líður. Það gekk mjög vel með honum. Þetta svona stöðlu meðferð hér og það gekk mjög vel. Þetta var semst í júli, við tröppum upp lyfin, hann í endurhæfingu og í janúar 2015 endurhæfingu lokið og hann þvagræsilyfjum hætt og það einmitt gott að gera það því að þvagræsilyfin, við höldum að þau séu fyrst og fremst einkennalyf, kannski bæta þau horfur líka því að þau eru svo margir á þeim að skilja það af. En maður vill gjarnan komast aðeins lítið af þvagræsilyfjum maður getur af því að þau lyf, þau espa þetta renin-angiotensin kerfi sem við erum að reyna að bæla. Vissulega getum við þurft að gefa þau ef að sjúklingunum versnar inn á milli. En allavega gengur þetta vel. Í janúar 2015 þá hann bara komin í fulla vinnu, vinnur sem sagt iðnaðarmaður til þess að erfið störf og komin í fulla vinnu og útflæðisbrotið komin upp í 45% hér sem mjög mikill munur miðað við 25. Þetta svona slefar í það, afsakið orðbragðið, slefar í það að vera næstu því eðlilegt. Og þarna hefur maður tilfinningunum þá að maður sé búin að snúa þessum vítahring við. Eitthvað gerðist í hjartanu en við erum allavega búin að snúa því við varnarkerfi líkama sem hefði gengið til húðar. Og hann lendir síðan í því 2016 fyrir ofvirkan skjaldkirtil sem meðhöndlaður og hann heldur áfram að þessum lyfjum hér og 2017 berast fréttir frá útlöndum. Bróður dóttir þessa mann sem dó úr meðfæddu hjartagalla, hún greinist 30 með hjartabilun eins og þessi maður. Greindist á með hjartabilun eftir að hafa eignast barn sem peripartum kardiomyopati sem getur sést eftir sem sagt meðgöngu eða í lok meðgöngum. Nema hvað að það gerður af henni genaleit og þetta svo 3 árum seinna þá genaleitin orðin ódýrari og algengari og þá finnst hjá henni sjaldgæfur genagalli í svokölluðu fosfólamban-geni. Og ég leita því hjá okkar mann og hann með það. Og ég hafði farið í gegnum fjölskyldusöguna þegar hann greindist og þá var faðir hans 91 árs og nokkuð frískur. En faðir hans svo skoðaði það aftur og faðir hans lést 94 ára og var þá komið með dílaterða kardiomyopati. Enginn sem kannski kippti þessu upp við það að 94 ára gamall maður væri ekki með fullfrískt hjarta. En þá allavega komin 3 einstaklingar og mjög líklegt að bróðir hans dó ekkert úr meðfæddum hjartagalla, hann sennilega dáið úr þessu. Og síðan höfum við skoðað ættina og hann á 2 systur sem með gallan sem eru á mínum aldri, frískar báðar og synir þessa manns 2 eru ekki með gallan. Og það eru fleiri fjölskyldur með gallan en einkennalausir. Þetta galli sem þá getur valdið hjartabilun, þetta sjaldgæfu galli, getur valdið hjartabilun, jafnvel hjá ungu fólki, en svo verður faðir hans 94 ára án þess að nokkuð gerist, þannig að það sýnir sig mjög mismunandi. Þetta breytir því miður ekki sérstakt meðferð við þessum galla, en þetta breytir ekki þeirri meðferð að við erum ennþá kljást við eigin varnarkerfi líkamans til að vernda það að það gangi hjartan til húðar. Nú
það gengur svo ágætlega, hann áfram einkennalaus, hérna komið alveg vinstra greinrof, en 2017 útflæðisbrotið verra, 35% hér. Og í janúar 2018 útflæðisbrot 30%, einkennalaus, mér fannst hann ekkert alveg einkennalaus, honum fannst hann góður, ég hafði á tilfinningunni eitthvað væri að gerast. Og þá það spurningin, hvað á að gera núna? Nú hann þessari fullu meðferð, hvað á að gera núna? Og ámar að fara að setja hann gangráð, og þá hvaða gangráð og ámar að setja bjargráð. Það sem getur gert þá hér, og hér leið honum samt vel, og ef við sjáum BNP hans hér, hérna greinist hann á 6.000 og BNP bara hérna í 600-700, næstu því normal. Þannig að hann svo sem ekkert að versna laboratorist. Og hann segir þessi líði vel þó að útflæðisbrotið fari aftur dalandi. Þannig að þegar að 2018 var það, þegar að þetta að versna, þá ráðlegg ég að við setjum í hann svokallan samhæfingargangráð. Þá komum við að næsta kafla, lyfin, þá komum við að græjunum. Og hvað það? Venjulegu gangráður sér bara það að hjarta slá ekki of hægt. Samhæfingargangráður, venjulegu gangráður með 2 leiðslum, samhæfingargangráður með 3 leiðslum, einu inn í hægri sleglanum og svo ein leiðsla sett utan á hjarta hér. Og samhæfingargangráður, hann fær hjarta til að dragast jafnar saman. Þannig að kreista meir út úr hverju slagi. Og samhæfingargangráður setur maður hjá fólki, og það svo klass 1 indikasjón, ef það með útflæðisbrot yfir 35% þrátt fyrir fulla lyfjameðferð. Þannig að það var ekki rétt að setja það í hann í byrjun og meðan það var að batna. Nú hann að versna, þrátt fyrir fulla lyfjameðferð. Þetta virkar ekki á alla. Þetta virkar fyrst og fremst á þá sem eru með vinstra greinrof eða eru með þetta QRS-komplex, það stóri hlutin af ritinu. Ef að QRS-komplex mjög breytt, þá þýðir það að hjartað sem lélegt fyrir líka að draga svolítið óskipulega saman. Þannig að gangráðurinn fengið til þess að fá betri og jafnari samdrátt. Og þetta virkar ekki nema að hjartalínuriti líti út á vissan hátt. Og það gerði hans rit. Þrátt fyrir það eru sumir sem bregða þess ekkert við þessu. Ég hef sett þetta látið setja nokkrar sjúklingar sem verða ekkert betri. Þetta best fyrir þeim sem eru með hjartabilun sem ekki af völdum kransæðastíflu. Þetta betra og því breiðara QRS-komplex því betra og þetta betra hjá konum en körlum. En ég ráðlagði þetta að fengi svona gangráð og hann vildi það ekki. Hann sagði, Gunnar, mér líður vel, ég velvirki, ég veit að hlutir bila. Þannig að hann vildi ekki svona, hann leið vel. Og þá var spurning líka ætti maður að setja stuðtæki líka. Stuðtæki tæki sem að stuðar í burtu alvarlega hjartsláttartruflun eins og við sáum þegar verða stuða fólk utan í hjartastopp. Stuðtæki setur maður í fólk með hjartabilun ef það með útflæðisbrot minni 35% þrátt fyrir fulla meðhöndlun og með mikil einkenni. Og hjá þessum manni hefur maður sett samhæfingargangráð sem líka stuðtæki. Þannig að samhæfingargangráð til að fá betri samdrátt, stuðtæki til þess að stuða burt ef maður fengi hjartsláttartruflanir sem að vera alvarlega sem þetta valda hjartastoppi. Hann hafði enga sög það þarna, hann ekki fengið yfirlíðan neitt. Þannig að hann vildi ekki þessa meðferð þarna, hann var einkennalaus og svo líður tíminn, við höldum áfram með sama tilfelli og notum það til þess að fara í gegnum þetta allt saman. Í júní 2019 útflæðisbrotið orðið enn verra, 25-30%. Og ég hamra á þess að ég ráðleika við þetta samhæfingargangráð. Þannig að við skulum bíða aðeins, mér líður vel. Og svo versnar hann mjög mikið hérna hausti 2019 þrátt fyrir þessa fullu lyfjameðferð. Og hann fer til útlanda, svo ferði reynslan mjög erfið. Hann í fullri vinnu samt fullri vinnu, 8 tíma, 10 tíma á dag. Og hérna í nóvember, desember, þá hann orðið mjög slæmur og leggst hérna inn hjá okkur. Og þá hann að fá hjartsláttartruflanir. Hann að fá hraðslátt aftur og aftur, ekki sem sagt lífshættulegan slátt, en að fá svona vissa tegunda gáttatífi, skulum við segja, sem að koma aftur og aftur. Og það vaknar svolítið von hjá okkur, það sem við segja gera hann verri. Ef við lögum það, þá myndi það ganga tilbaka.
Þannig að við ákveðum að setja í hann samhæfinga gangráð og bjargráð. Hérna reyni ég að setja inn þetta arnilyf og taka út rami príl, en það gengur ekki þegar blóðþrýstingurinn er svo rosalega lágur. Og þá er maður komin í þann vítarhringstundum að hjarta er það lélegt að þau lyf sem maður vill beita, getur maður ekki beitt vegna þess að annað nýrun er og lélega blóðþrýstingurinn lágur. Þannig að ég verð að minnka út lyfin hér. Og það sem gerist næst er að við sendum hann á Landspítalann og þar er þessi hjartsláttartruflun fundin og hún er brennd í burtu. Og það er sett í hann þessi samhæfinga gangráður og stuðtæki. Og vonin var þá að þessi hjartsláttartruflun sem kannski verið að herja á hann allt sumarið 2019 væri að gera hann verri og þá kemur við aftur þegar mikilvægt að meðfælla þessu undirliggjandi þætti og annars sem getur skemmt hjarta meira. Þannig að vonin var að þetta myndi gera hann betri en hann verður ekkert betri. Og hér byrjum við að ræða hjartaígræðslu þegar að fjarar undan honum meira og meira. En það gerir svo hérna á fyrir hluta árs 2020 að hann er bara of slæmur til að fara í hjartaígræðslu. Þú tekur ekki fólk liggjandi rúmi í það, þú verður að hafa vissa heilsu. Og hann er versnar hérna og er meira og minna inniliggjandi hjá okkur hérna hjá SAP og við allt sem vinnum á lyfjadeildinni og gjörgæsludeildinni þekkjum þennan mann. Og hvað getur maður gert þá? Hér er hann orðinn það slæmur að hjartað er það lélegt, það þolir eiginlega ekki þessum fínu lyfjum sem eiga að hjálpa. Hann leggst inn aftur og aftur og hann har endurtekið lyf til þess að auka samdrátt hjartans og það er svo sem góð hugmynd, en við vitum að þau lyf þau láta fólki líða betur í stuttan tíma en þau geta líka stytt líf. Hann þolir eiginlega engin lyf og hann er of veikur fyrir hjartaígræðslu. Í maí og júní þá fer hann í endurhæfingu á Kristnes, hann er svona tímabili þar sem hann er aðeins betri á stöðugt ástand og mjög lágu plani. Þannig er hann þannig að ef hann borðar þá verður hann móður. Bara við það að borða, þá eykst blóðflæði í gagnanna, þá tekur þessu mikla orku, hann verður að borða súp á hálftíma. En hann er samt nær svona stöðugu ástand á lágu plani og þá hringi ég aftur út í hjartaígræðslunni í Gautaborg, náttúrulega í samstarfi við hjartaígræðsluteymið á Landsalnum, sem vorum í samstarfi við alveg hérna frá janúar. Og hann er samþykkur þarna. Í kortlega samtali er hann samþykkur í að koma til Gautaborgar í forrannsókn. Og hann fer út ágúst 2020 fer hann út til Salgerðar, skal rannsakaður þar og kemur heim með dælu. Og hvað er það? Og kemur tilbaka 30. september eftir langa leið og erfið og kemur tilbaka með dælu. Og það sem þá komum við að síðasta hlutanum og það er sem sagt, það er hægt að setja inn dælu í hjarta sem að er þá sett hérna í vinstri slegið og hér er dælan og dælan dælir blóðinu út og í ósæðina hér. Þannig að hún hjálpar vinstri sleglinum og hún er stillt þannig að hún tekur eiginlega alla slegið þar sem hann yfir. Og þetta getur maður hugsað sem brú fram að hjartaígræðslu. Það sem þarf að gera núna þegar hjörtu liggi eitthvað lausu að þetta farið að setja í fólk með lokastigs hjartabilun, jafnvel þó að ígræðsla sé ekki fyrirhuguð. Það er gert í Bandaríkjunum, það er byrjað í Þýskalandi, annars í Evrópu er það ekki byrjað. Þannig að hann fær þessa dælu í bið eftir hjartaígræðslu, það er ákveðið að bíð í 3 mánuði, mun hann jafna sig og verður hann hæfur til þess að fara í ígræðslu seinna meir. Og það gerir hann. Þessi mynd hérna og þessi mynd er birt með hans leyfi, tekja aftur og fram. Þetta er 28. október 2020 á það verið, 2021 og hér erum við dæluna. Þá erum við dæluna hérna, þessi kapall fer hérna undir húð og inn í dælunni hjartanu hér, þetta er stjórnstöð og þetta eru rafhlöðurnar hérna. Svo gengur hann með auka rafhlöðu með sér, svo stingur hann sér samband á nóttunni. Þetta gekk alveg ótrúlega vel. Í janúar er hann komin í vinnu aftur 4-6 tíma á dag með þessa dælu og hún líður vel og bíður eftir að fá nýtt hjarta og nú fyrir sem verður búinn. Og hann er endanlega samþykktur í hjartaígræðslu í janúar 2022 og kallið kemur svo á sunnudegi 8. ágúst kemur kallið og lyflækningadeildin hér ræsir út sjúkraflug og hann fer út og fer í hjartaígræðslu
aðgerðin byrjar klukkan 8 að kvöldi á sunnudegi og hún gengur vel að því leyti að hann fær gott hjarta sem passar vel í líkamann, hann stórt hjarta og það gengur vel að tengja það en það eru gríðarlega blæðingar. Sérstaklega í svæðinu þar sem að þessi dæla lá. Hjartaði komið í hann klukkan 4 á nóttu en það tekur alveg frá 4 á nóttu til 4 daginn eftir að stöðva blæðingar og hann fyrir hann á gjörgæslu, hann vaknar ekki. Hann liggur með opin brjóstkassa í viku, svo hann lokað, það er þetta afleitta svæfingu, hann vaknar ekki. En 10 dögum seinna vaknar hann, þá er hann nýrnabilaður, þarf skilun og maður sá fram á það að hann þyrfti kannski að fá nýrnaígræðslu líka. En svo gengur þetta alveg frábærlega vel tilbaka. Hann kemur og millilendur á Landspítalanum 22. september eftir þessa gríðarlega erfiðu legu hér og kemur til okkar 4. október. Þarf ekki skilun áfram. Nýrnastarfsemin batnar og orðin nokkuð góð núna. Hann útskrifaðist heim til sín 10. október. Og nú er hann í eftirliti hjá okkur hérna á göngudeildinni og ígræðslutæmi Landspítalans og er komin í vinnu aftur. Þannig að þetta tilfelli kannski ákvað að taka þetta tilfelli vegna þess að það endurspeglar eiginlega alla meðferðina. Þessi maður fékk þessa lyfjameðferð sem allir eiga að fá, grænt er það sem allir eiga að fá. Hann fékk sín þvagræsilyf. Þegar að framliðu stundir var ástæða til þess að setja hann samhæfinga gangráð og bjargráð. Hann fékk hann og svo fékk hann hjartadælu í biðin eftir að fá nýtt hjarta. Þannig að hann endurspeglar mjög vel eiginlega alla þá meðferð sem getum veitt í dag. Í dag höfum við hins vegar notað þessi 9 lyf fyrr sem við gátum svo ekki notað þannig að hann var veikur. En það var allt. Einn spurning með þessum L-vart. Já. Dælum. Maður sé þetta einnig. Það setja þetta inn og það sé stór vandamál út af samvöxtu þegar þú ferð sér í aðagerðinu. Já. Er maður að reyna að draga eins lengum mögulegt með að setja þessar dælur eða að sjá einhvern mögulegt að það sé stutt í upp á þetta flækir aðgerðinu klára? Já, sko, menn gera það því ég heyrði í þeim þarna út að þeir eru lent í þessu með fleiri sjúklinga líka sko. Þannig að spurningin er, hefði átt að vera fyrr hjá þessum sjúklinga stefna að transplant. Við höfum átt að setja í hérna samhæfinga gangráð fyrr, ég hefði að vera harðari á því að mæla með því. Það sem að gerist hins vegar með hann er að hann versnar svo rosalega hratt þarna í lok árs 2020 og byrjun árs 2021. Og svo er hann náttúrulega 66 ára þegar hann fær nýtt hjarta, það er töluvert hár aldur. En það er svo að segja, það er engin leikur að setja svona dæl við. Nei, og við erum vandamál að gera transplantir, sko. Já. Það eru fleiri spurningar. Svona áhuga við þetta virka, sko mikrofónu. Heyri, hann var svo, tjópartum sem katt. Nei, mikrofónu, Sátendis. Já. Það er 2 uppi yfir, sko. Já, og í það Það er 1900, já. Og láta út. Já, Friðbjörn. Sjá hvað það. Friðbjörn, þú ert með... Já, takk, heyrist í mér. Það er einhver annar mikrofónu. Halló. Það er alltaf vesinn með þessar fjármikrofónu, það er alltaf búið að taka þetta samband hérna. Það var að tala að það einhver mögulegur annar mikrofónu. Heyrist. Halló. Við heyrum náttúrulega ekki neitt. Sko. Nei, við heyrum því miður ekki neitt, sko. Ok, þannig er ekki lengra. Þú pröfa. Sjá að virka, sko. Við varum bara að taka samband. Sko, er ég að nota ykkur vitleysu? Já, sæll Friðbjörn.
Já, spurningin minna er þessi. Þetta er frábær fyrirlestur, takk kærlega fyrir. En ég tvær stuttarspurningar. Það var nú svekkjandi svolítið fyrir gamlu kallana að sjá að morfín dottið út. Maður er ennþá að kenna unga fólkinu að nota morfín í bráðafásunum. Er þetta örugglega rétt að við að hætta því? Og númer 2, varðandi krónísku meðferðina, hýdralasín og nítröt, eru þau líka dottin út? Takk. Friðbjörn spurði með morfínið í bráða hjartabilun og ég var svolítið hissað þegar ég var á ráðstefnu ráðherranni í haust og sá að þetta er dottið út. Þetta verður svona okkur fundist þetta svo gott, það róar fólk, það er mikil angist við bráða hjartabilun, þetta víkkar, við höfum kennt að þetta víkkar út venurnar og minnkar endurflæði blóðs til hjartans, þannig að okkur fundist þetta frábært lyf. Það eru einhverjar, það er eins og mörg gömul meðferð, ekki verið mikið rannsókn, það eru einhverjar rannsóknir sem að sýna að þetta sé kannski ekki alveg besta meðferð, en ég á svolítið erfitt með að trúa þessu Friðbjörn. Og svo spurði Friðbjörn hýdralasín og nítröt í krónískri meðferð. Nítröt geta sem sagt, það er þá eins og sprengjutöflur, gefa langvarandi þennan töflur, geta víkkað út kransæðarnar, geta víkkað út venur. Og það var meðferð sem við notum mjög mikið áður. Við notum hana ekki núna, ekki nema fólk sem er mjög mikil einkenni á hinni meðferðinni. Ef að þú ert á fullri meðferð og það gengur illa og þú ert með einkenni, þá notum við nítrötinu. Við pröfum það þessu manni þarna undir lokin, en þá bara þoldi það ekki þrýstingsins vegna. Hýdralasín er lyf sem að virkar æðar líka og var notað mikið í Bandaríkjunum og var einkennameðferð áður fyrr og hefur áhrif á horfur en ekki svo mikið. Það er fyrst og fremst hjá svörtum Bandaríkjamönnum sem við sér undirflokkur og þar er það notað hjá svörtum en ekki hjá öðrum, ekki nema sem viðbótarmeðferð þegar annað bregst. En þá er maður oft komið það langt að blóðþrýstingurinn er lágur og það er ekki pláss fyrir þessu. En þetta voru svörin þeir, Friðbjörn. Svo reynum við að koma þessum Guðmundur Ótti. Blessaður Guðmundur. Blessaður, þetta er Já. Nei. Já. Já. Guðmundur Ótti spurði BNP, hvað við að nota, þetta er lágt gildi, mér finnst þetta lágt gildi líka og það, ég er ekki alveg með á hreinu þegar það hækkar hjá eldri og þetta er mjög, við getum allan að sagt að það er að nota þetta til að útiloka en ef það er hækkað þá getur það verið hækkað þessum orsökum aldri og öðru þannig að það er mjög oft erfitt að dæma þetta ef það er 3.000 eða 10.000, ef það er 300, 600, 400 að þá getur verið mjög erfitt að dæma og þó ég omskoði þetta fólk að þá er ég stundum ekkert vissum að því hvort það sé með hjartabilun þó að BNP sé vakt hækka, þannig að þetta er mjög grátt svæði. Það er þá kannski fyrst og fremst með þessa tölu að maður getur notað til að útiloka. En eins og við segjum 10% af öllum eldri en 70 eru með hjartabilun og sennilega mjög mikið fleiri sem eru með þessa hjartabilun sem einhverju díasólísbilun þar sem að útflæðisblóðið er eðlilegt, þú ert gamall, þú ert með þykkt, stíft hjarta og með háþrýsting frá þú varst 30 og þá er ekki stífleiki í hjartanu sem endurspeglast í hjartabilun og hækkar BNP en það þarf ekki vera víst að það sé aðalástæðan fyrir einkennunum, þetta er mjög snúið. Þegar þetta er ekki jafn morgun ljóst og hjá þessu manni. Og svo ætlum við að pröfa Kristrúnu hvort hún geti verið að fylta henni í græjunum. Þeir snoppur. Kristrún. Ég var hérna ekki að tekka. Herðu, því miður Kristrún, þú getur hringt í 467 860 0467. Heyri ég okkur núna? Hvað segir hann, síminn? Já, betur að hringi í Kristrún, við erum í vanda eins og vanlega tölvuvandamálum. Þetta er alltaf rétt, þetta virkar allt og allt hljóð og mynd. Heyrðu, þá verðum við með bara að þakka fyrir í dag en það má ráða saman með göngunum. Takk fyrir. Takk fyrir. Já, það er bara... En það var samt á listanum í, þú veist, hérna,
Hvað er það? Við ætlum að, ég sko, við ætlum að reyna